Sjötti töluliður á dagskrá okkar í dag endurskoðun deiliskipulags við Sandgerðisbót og það Helena Karlsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, að ræða breytingu á deiliskipulagi í Sandgerðisbót. Tilgangurinn að bæta innsiglinguna í smábátahöfnina og bæta aðstöðu þar fyrir smábátasjómenn. Tillagan lítillega breytt var lögð fyrir á fundi skipulagsnefndar 11. mars og breytingin felst aðallega í bættu aðgengi að höfninni. Og skipulagsnefnd leggur til að bæjarstjórn auglýsi tillöguna. Takk. Orðið laust 7. tölulið. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og ég sé að það hefur verið tekið tillit til þess þegar við vorum að fjalla þetta hér áður fyrir að það búið að bæta aðgengi ökutækja þarna niður og það greinilegt að þetta getur orðið hið glæsilegasta svæði sem það hefur svo sem alla tíð verið og ég sé ekki betur heldur en að blasi alveg við að það að það verður að búa til annan eins kant þarna rétt utan við. Það alveg pláss fyrir hann, það verður ábyggilega dýpra og dýrara en það liggur auðvitað beint við. Við höfum örugglega nóg að gera með smábátahafnir í framtíðinni. Það verður hægt að búa til mjög góðan kant. Þetta ákaflega held ég vel skipulagt og vel hannað og ég legg til að þessu verði fylgt eftir. En ég hef líka svona miðað við að benda á þetta smábátahöfn þarna þá hef ég vissar efasemdir að við megum stækka mikið smábátahöfnin inn við Höfnesbryggjuna. Það er svona mikilvægt að halda þessum möguleikum opnum og geta stækkað og bætt við viðleguköntu þannig. Takk fyrir. Víði Benediktsson tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég mun sjálfsögðu samþykkja þetta erindi. Ég sé að það hefur verið farið eftir og breytt eftir þeim athugasemdum sem gerðar voru við þetta og það hið albesta mál. Þannig að ég mun greiða þessu atkvæði að þetta fari í það ferli sem að til stendur. En þar sem ég umhverfissinni að eðlisfari þá ætla ég að harðmótmæla þessari tillögu Kristínar Sigfúsdóttur bæjarfulltrúa að byggja garð norðan við þennan garð sem nú er. Ég vil ekki taka þátt í því að rústa þeim klettaborgum sem þar eru og eru ennþá eina ósnortna strandlengjan innan núverandi bæjarmarka sem tilheyrir byggð. Þú þarft að fara út fyrir Krossanes til að finna það. Og þarna Sílabásinn og þarna klettarnir Langitangi og klettaborgin sunnan við Jötunheima og ég ætlast til þess að það fá að vera í friði aldur og ævi. Orðið laust 7. tölulið. Jón Ingi Cæsarsson, orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi tillaga sem að hér liggur fyrir raunverulega mjög endurbætt tillaga að þeirri sem síðast kom sérstaklega hvað varðar aðgengi. En þegar horft til lengri tíma þá raunverulega farið þarna út í ákveðnar breytingar til að halda betur utan þetta svæði heldur en var en menn ætluðu. Þarna til dæmis gert ráð fyrir að húsið Eyri standi áfram og muni verða þarna aldur og ævi. Ég sammála félaga Víði klettaborgirnar norðan við. Sílabásinn og klettarnir þar norður af eru svæði sem við verðum að halda í og mér hafi ekki hugnast þær töltillögur eða þær vanga veltur sem komið hafi fram annaðhvort höfn þar eða jafnvel veg eins og sumir hafa sagt. Þannig að ég held bara satt að segja að þessi tillaga sem hér liggur fyrir sig í sátt við það sem við ætluðum okkur að gera á þessu svæði. Aftur á móti verðum við að horfa til lengri tíma ef við ætlum í frekari uppbyggingu fyrir svona starfsemi á Akureyri. Svæðið inn við Höfnir fyrst og fremst hugsað fyrir skemmtibáta, skútur og smá skektur
en það sem okkur mun vanta í framtíðinni er svæði fyrir skemmtibáta og svona stærri báta og jafnvel svona trillustarfsemi. Orðið er laust 7. tölulið. Baldvin Á. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sem við vorum nú að skoða í gær við Kristín, það kom eiginlega ekkert sílabásnum við, heldur vorum við að hugsa viðlegukant við norður endan, þar sem garðurinn hjá hreinsistöðin er. Takk. Orðið er laust 7. tölulið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Hér liggur fyrir tillaga skipulagsnefndar það að bæjarstjórn heimili auglýsingu á fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þá tillögu að gefa merki. Einhver á móti? Endurtökum atkvæðagreiðsluna þeir sem samþykkja tillögun að gefa merki. Takk fyrir samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.